Komið þið sæl, ég heiti Hlynur Gauti Sigurðsson og er starfsmaður ykkar hjá Bændasamtökum Íslands, búgreinadeild skógarbænda. Við erum að halda litla kynningu fyrir deildafundinn sem verður haldinn 27. febrúar og hann hefst klukkan 11 eins og árið í fyrra. Og í kjölfarið verður stuttur LSE fundur svona formsins vegna. Fulltrúanir á þennan fund, samkvæmt samþykktum, eru með landfræðilega dreifingu og kyni. Áramótin voru 185 félagsmenn í bændasamtökum, eða búgreinadeild skógarbænda hjá Bændasamtökunum og svo var því skipt niður eftir landshluta og það sjáum við að tilfelli Norðurlands þar sem eru 59 fulltrúar, félagsmenn, það þýðir 6 fulltrúar. Og það virkar sem sagt þannig að á 6. tug félagsmanna þýðir 6 fulltrúar það bil. Við viljum fá á þessum fundi tilnefningar eða kosningu það hverjir eiga að sitja sem fulltrúar á deildafundinum og við þyrftum að hafa varamenn líka, það æskilegt, það sýnt sig að það betra. Ef ekki tekst að manna fulltrúadeilda eftir fjölda í landshlutum eins og viðmið er hægt að bjóða félagsmönnum annar landshluta sætið. Þannig ef það eru færri sem vilja koma stað á einhverju landshluta þá eru kannski hægt að færa það sæti á milli landshluta. Frá því fyrra hefur sú breyting verið gerð að greiddur ferðakostnaður og dagpenningar fyrir þá sem koma lengra af landinu á hingað til Reykjavíkur. Það verður breyting á stjórn, því Guðmundur Sigurðsson, fulltrúi Vesturlands, ætlar ekki að gefa kost á sér áfram til setu og því af honum verður missir eins og gengur. Hann búinn að standa sig rosa vel og mikil þekking sem fer þar frá. Förum við næstu daga. Janúar er nú langt kominn og þessi fundur 22. Eða viðmiðið þegar þessi fundur fer fram og svo merki ég hérna hvenær bændablaðið kemur út en fyrirkomulagið okkar þannig að 27. gullitaði svæðið þarna fundurinn okkar og við verðum væntanlega með nefndastörf fram á því og hér svona tillaga að hvernig við getum haft nefndastörfin. Það getur verið kannski að kvöldi mánudags 3. febrúar, kannski klukkutími, tekið fyrir einhver mál, við útfærum það seinna. Þetta svona hugmynd, hvernig getur litið út. Tillögurnar frá því fyrra fengu þessa afgreiðslu. Það aukið fjármagn skógarbænda til Land og skógar og það var ábyggilega 100 ráðherrar með skógamálin í fyrra, eða landbúnaðarráðherrar. Ég náði ekki að telja þau, ég hætti ekki að telja það upp í 5, allavega. En það hefur gert pólitíkina svolítið snúna og svo hefur við viljað búa til okkar eigin stefnumörkun innan bændasamtakanna með tilliti til rammasamnings og það hefur gengið svona frekar treglega út af ýmsu en vissulega í vinnslu og það verður brett upp ermarnar þetta árið því að breytingar á búvörusamningum eru væntanlegar 2026, já. Norðurlandasamstarf, við erum búin að gera svolítið skurk í því. Það var farin ferð núna helgina, síðustu viku til Danmerkur á Norðurlandafund þar sem við fórum yfir okkar mál og við hlustum á þeirra mál og þar náttúrulega þetta klassíska kolefni og afurðir og þetta sem við erum að glíma við líka og líka Brussel náttúrulega, það alltaf til staðar í öllum Evrópuþjóðum. Við höfum náð að fjármagna málþingið vel, við fengum góða fjármögnun frá Bændasamtökum sem dæmi, Bændasamtökin styrkt okkur, við erum með rammasamning, 500.000 þar cirka í fjármögnun á því. Kolefnisbindingun hefur lullað áfram, það eru margir sem eru að bíða eftir einhverjum lausnum og miðað við stöðun í dag þá eru blikur á lofti í loftslagsmálum og við förum kannski betur yfir það. Starfsáætlun fyrir árið 2024 var, þessi.
Við héldum málþing sem gekk vel. Okkur fjölgaði lítillega í deildinni. Horft fram á við skýrslan sem fjallar viðarnytjar lætur bíða eftir sér af ýmsum ástæðum. En það verður ekkert slegið af því sko við þeim kröfum. Við þurfum að koma viðarnytjum áfram. Vottun Viðar, við erum komin vel á veg með að klára CE innleiðingu á Íslandi. Það er annars vegar námskeið hjá Iðunni fyrir einstaklinga og svo verður úttekt á viðarvinnslum í mars og þessu verður betur ekki að skila fagráðstefnunni í Hallormsstað í lok mars. Blessað framkvæmdaleyfin, það bætti nú ganga betur en þau eru misjöfn eins og við vitið eftir 70 sveitarfélögum. Búvörusamningar, við ætlum að gera vel í þeim, bæði fyrir okkur skógarbændur og líka fyrir aðra búgreinar því að þá fá við fleiri skógarbændur og verðum stærri og einn daginn verðum við digur deild innan bændasamtakana með þessu áframhaldi. Tryggingamál, það þarf að ganga frá því, það gengur þetta er svolítið flókið, en við ætlum að vinna með til dæmis Norðurlandasamstarfið og væntanlega kemur það okkur að góðu. Fagráðstefnan, það gengur vel, þar er viðnefnið frá fræi til fjallar, eitthvað þannig. Það er þema ráðstefnunnar. Og það er alltaf gott samtal við fræðslumálin við Landbúnaðarskólann og Reyki, en það má alltaf vera betra. Við viljum alltaf læra meira. Við höfum gert litlar kannanir yfir árið, en svo vinnst kannski ekki nógu mikil tími til að vinna úr þeim. En til dæmis kannanir sem við gerðum í fyrra, fyrir nákvæmlega ári síðan eða svo, þá timbur eða viðarvinnslu, það var því að maður gerð skils til dæmis í litlu podcasti sem maður má nálgast á YouTube síðu Bændasamtakanna. Og heimasíðan skógarbóndi.is er alltaf virk og það eru alltaf einhverja fréttir. Og stefna skógarbænda, hún verður tekin föstum tökum núna á næstunni. Og eins og segir áðan Kolumnsál og Land og skógur, þetta er allt í svolítið undarlegri flókinni vegferð því við þurfum að vita hvert við ætlum að stefna. Ég ætla ekki að spyrja ykkur því þetta er vídeó. Takk fyrir mig.